Það var kalt þessi jól og Högni Hinriks var fastur í snjóskafli. Það kom sér mjög illa fyrir hann því hann þurfti að elda jólamat handa vinum sínum. Hann skildi ekkert í öllum þessum snjó. Kannski skjálfa skýin svo mikið í kuldanum að þau bara hristast í sundur. Hugsaði hann með sér og hann óskaði þess að einhver vildi kveikja á regnboganum svo honum hlýnaði. Þá sá hann Kalla kanínu sem bar eldi við í fanginu. Halló, sagði Högni Hinriks. Hvað ert þú að gera? Ég að búa til snjóbrennu, sagði Kalli. Hvað það? Spurði Högni Hinriks. Það bæði snjókall og bálkastur, svo því að kveikja í honum og ordna mér við eldinn. En ekki erfitt að kveikja í snjónum? Sérstaklega þegar hann svona rakur. Það einmitt þess vegna sem ég með regnhlífina, sagði Kalli og kveikti í eldiviðnum. En eldurinn sloknaði strax. Við skulum fara með hann heim og þurrkan, sagði Högni Hinriks. En þau þurfti alltaf að taka hann, datt hann í sundur. Ger ekki til, ég á lím heima, sagði Kalli. Þeir fóru með snjóbrennukallinn heim til Kalla og sett hann á borðið. Kalli fór að leita lími, en þegar hann fann það, var snjóbrennukallinn bráðnaður. Ger ekki til, ég fikk miklu betri hugmynd, sagði Kalli. Við búum til matarkall, kveikjum í honum, steikjum hann og borðum hann. Þeir notuðu jólabúning fyrir höfuð, brauðhúfa fyrir handleggi, pilsu fyrir nef og allskyns annað góðgæti til að búa til matarkall á borðinu. Þeir voru ánægðir með verkið, en þegar að Kalli kanína tók skref aftur á bak til að dásta því, steig hann beint ofan í límkrukuna og varð allur löðrandi í lími. Högni Hinriks reyndi að hjálpa honum, en það fór á sömu leið fyrir honum. Nú birtust allir vinir þeirra til að óska þeim gleðilegra jóla. Þeir reyndi að hjálpa þeim, en það tókst ekki betur en svo að nú loddu þeir allir saman. Það var ekki lítið sem gekk á. Hvað tökum við nú til bragðs? Spurði Högni Hinriks þöglamæltur. Nú dettur mér á því hug, sagði Kalli kanína. Við skulum syngja jólasálma. Kannski heyri jólasveinninn til okkar og kemur okkur til bjargar. Og svo fóru allir að syngja. Nú vildi svo heppilega til að jólasveinninn átti leið framhjá og hann heyrði hávaðann sem barst út reykháfinn. Hó, 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 sagði hann. Ég skal losa ykkur í sundur svo þið geti borðað jólamatinn og gleður jólöld saman. Hann úðaði á þau töfra efni og þau losnuðu strax í sundur, þvílíkur léttir. Svo bauðst jólasveinninn til að aka þeim heim til Högna Hinriks í sleðanum sínum. En þegar þau settust á borðum hélt Kalli kanína ræðu og sagði: Á jólum eiga allir góðir vinir að standa saman. Já, en þau þurfi ekki endilega að loða saman, hugsaði Högni Hinriks og fékk sér stóra kökusneið.